Fundur settur í efnahags- og viðskiptanefnd. Á dagskrá fundarins skýrsla peningastefnunefndar til Alþingis sem samkvæmt lögum. Gestir fundarins eru Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri og Rannveig Sigurðardóttir, aðstoðarseðlabankastjóri eða varaseðlabankastjóri. Við vorum að breyta þessu hér í fyrra, ég biðst afsökunar. En verið velkomin og takk fyrir að koma. Fyrirkomulagið hefðbundið. Fulltrúi Seðlabankans, Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, flytur hér stutta inngang og síðan gefst nefndarmönnum tækifæri til þess að spyrja spurningu og ég biði nefndarmenn að vera svona með hnitmiðaðar spurningar og jafnvel fleiri en einu og fleiri en tvær og við hefjum bara leik. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Takk fyrir. Ég ætla að lesa hérna yfirlýsingu peningastefnunefndar sem eitthvað leyti segir til ástandið í dag og okkur við nefndinni. Lækkuðum mest 25 punkta núna í gær og hefjum nú lesturinn. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að lækka vexti 0,25%. Meginvextir bankans, vextir og 7 af bundnum innlánum verða því 2,75%. Vísbendingar að hagvöxtur í fyrra hafi verið heldur meir en áður var talið en horfur fyrir þetta ár og næsta ár versna. Samkvæmt nýrri þjóðhagsspá Seðlabankans sem birt í febrúarhefti peningamála. Það gert ráð fyrir að hagvöxtur verði einungis 0,8% í ár en í nóvemberspá bankans var búist við 1,6% hagvexti. Lakari horfum að fyrst og fremst rekja til erfiðari stöðu útflutningsatvinnugreina og versnandi fjármagnsskilyrða innlendra fyrirtækja. Verðbólga minnkaði hratt leið á síðasta ár og komin í verðbólgumarkmið á síðasta fjórðungi ársins. Hún hélt áfram að minnka í janúar og var 1,7% sem minnsta verðbólga sem elst hefur síðan haustið 2017. Undirliggjandi verðbólga hefur einnig minnkað og nú við verðbólgumarkmið eins og flestir mælikvarðar á verðbólguvæntingar. Samkvæmt nýrri spá Seðlabankans hefur verðbólga minni en á spáverði í nóvember og verið undir markmiði á meginhluta spátímans. Taumhald peningastefnunnar eins og það mælt með raunvexti bankans hefur því heldur aukist frá síðasta fundi nefndarinnar. Hækkun vaxtaálags og lánsfjármögnun fyrirtækja hefur aukið taumhaldið enn frekar. Traustari kjölfesta verðbólguvæntinga við verðbólgumarkmið hefur gert peningastefnunni kleift að bregðast við versnandi efnahagshorfum. Verkefni hennar að tryggja verðstöðugleika til meðallangs tíma en jafnframt beita því svigrúmi sem hún hefur til að styðja við eðlilega nýtingu framtíðátta. Peningastefnan mun á næstunni ráðast að samspili þróunar efnahagsumsvifa annars vegar og verðbólgu og verðbólguvæntinga hins vegar. Svo mörg voru þau orð. Takk kærlega fyrir og þá hefst leikurinn. Oddný G. Harðardóttir ætlar að ríða á vaðið. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Við langar að byrja að spyrja hvort að Seðlabankinn telji að efnahagsstefna stjórnvalda styðji við peningastefnuna og vinni nægilega gegn niðursveiflunni og breytingum á vinnumarkaði. Eru til dæmis fyrirhugaðar að fjárfestingar hins opinbera til þess fallar að örva hagkerfið? Já, það töluverður hvati í fjárlögum fyrir hagkerfið meðal annars í tengslu við lífskjarasamningana. Þannig við erum að sjá miklu meiri einkaneyslu vegna þess og það líka fyrir að svo stefna að styðja við þarna kaupmátt heimilanna og halda upp í efnahagsumsvifum. Síðan má deilum það hvort að það að gera meira og þá vantilega að fara út í innviða fjárfestingar eða eitthvað ólíka og ég held að ef að horfur halda áfram versna þá held ég sé alveg þörf á því svo sem. Við vorum með mat í nóvember eftir peningamála á áhrifum allavega þeirra aðgerðir sem að samþykktar voru í tengslu við lífskjarasamningana og okkar mat var þá að þetta í ár væri áhrifin
0,5% af landsframleiðslu og 2 sinnum meira hverju næstu 2 árin, þannig að samtals væri áhrifin tæplega 3% af landsframleiðslu, og þetta kannski fyrsta skipti sem að peningastefnunefndin hefur fagnað útspili stjórnvalda, því þessi báðar stefnur að spila sem átt. Og þetta hefur þá auðvitað í för með sér að það þarf ekki að fara eins langt niður með vextina eins og ella hefur þurft að gera. Gjörsel. En nú það þannig að bankarnir hafa hækkað vaxtaálag á fyrirtækjalán og draga úr útlánum til fyrirtækja. Það ekki óheppilegt við þessar aðstæður og hefði ekki verið betra að hafa þetta einmitt öfugt, og sér Seðlabankinn einhverja leiðir til að bregðast við því? Og var aðgerðin að Íbúðalánasjóður geymir ekki lengur peningar sína inn í Seðlabankanum og það að vera gengið í gegn í apríl ef ég man rétt, hefur sú aðgerð ekki haft þær afleiðingar sem að ætlast það til? Jú, við höfum brugðist við með lækkun vaxta. Núna erum við búin að taka vexti niður 1,75%. Og ég líka það að svo er ekki bara Íbúðalánasjóður sem var vísað út af Seðlabankanum þannig í haust, líka fleiri aðilar. Við sjáum áhrif af auknu lausafé í fjármálakerfinu vegna þessar aðgerðir, þannig að þetta er hægt áhrif. Þá má síðan velta fyrir sig hvort það þurfi að gera meira. Fyrirtækjaálag náttúrulega hækka út af því að bankarnir eru einhverju leyti að endurmeta áhættuna sem fylgir þessum lánum sem hafa verið með. Mögulega hafa þeir verið að taka tiltölulega lágt álag áður. Það er líka þannig að við höfum ákveðið það að setja mjög stífar öryggiskröfur á bankana okkar. Þeir eru með hæsta eigin fjárhlutföll íslensku bankarnir eru hæstu í allavega Evrópu sem ég veit til. Og það er eins og við viljum hafa kerfið mjög öruggt. Það náttúrulega sjálfkrafa kemur þá líka niður á kostnaði við útlán og annað fleira. Þannig þetta er eitthvað lítið valkvöld sem við erum með. Hvernig ætlar að fylgja þessu frekar eftir? Nei, hefur ekki hleypað öðrum að. Þorsteinn Víglusson, gjörðu svo vel. Tvær spurningar, viltu að ég bera þér eftir þessu í hverju lagi? Mér finnst, ef það er í lagi þá hafði ég hugsað mér að nefndamenn fengju tækifæri að fylgja eftir sínu spurningum. Þannig að það myndist pínu díalóg. Það eru svo sem nátengdar, þannig að það er kannski fyrsta lagi varðandi fjárfestingarhorfur fyrir þetta ár. Nú virðast horfur á húsnæðismarkaði vera að versna talsvert, það er að draga úr umsvifum og sjáum á svona frumstigum framkvæmda að það er verulegur samdráttur undir lok síðasta árs. Þannig að ég hefði á að heyra aðeins betur frá okkur hvaðan þessi vöxtur í fjárfestingu, eða þar að segja hvað kemur þá á móti sem veldur því að fjárfesting þess árs verði lítið breytt eða lítilsháttar aukning sem við sýnist hagspáin eitthvað gerir ráð fyrir. Og því tengt eru þessi spurning með bankakerfið sem að Oddný kom hér inn á. Nú heyrir maður úr bankakerfinu einfallega að vegna þeirra miklu krafna sem gerðar eru til eiginfjár, vegna þeirra miklu krafna sem hafa verið varðandi sveiflujöfnunarauka, bankaskattinn sem er að leggjast verulega þungt á bankakerfið núna, þá sé það í fyrsta lagi einfallega ekki samkeppnishæft útlán. Það sé einhverju leyti hreinlega bara krónuskortur inn í bankakerfinu sem hefur verið kvartað talsvert undan, og bankarnir hreinlega með yfirlýst markmið að draga úr umsvifum sínum. Og ég velti því fyrir mig hvort að stefnu okkar varðandi bankakerfi sé einfallega að vega á móti þá slökun sem Seðlabankinn er að reyna að ná fram með lækkun vaxta, hvort að aðhaldsstigið sé ekki bara hreinlega að aukast með þessum kröfum okkar inn í bankakerfið á móti vaxtalækkunum Seðlabankans, og hvort það sé þá ekki ráð að fara að slæka þess á klónni ef að á raunverulega örva fjárfestingu. Gjörðu svo vel. Ég svara varðandi bankkerfið. Þá er það alveg rétt, við erum að gera mjög stífa kröfu til bankana. Og bankaskatturinn var eitthvað leyti óheppilegur að því leyti hann er ekki tengdur afkomu þeirra. Þannig hann leggst miðast við efnahagsreikning eða skuldir, og þá gerir þetta sjálfkrafa ef að afkomu þeirra versnar, þá fyrir skatturinn að hafa mjög þurrkað upp, lækka eyfi hjá þeim og
og minnka þarna lausafið. Og það líka alveg rétt að þessar stífu eiginfjárkröfur gera útlán dýrari. Það hefur einhverju leyti þá skapað svigrúm fyrir aðra aðila komandi markað eins og lífeyrissjóði og fleiri aðila. Þetta kannski ekki öllu leyti spurning sem að blasir við okkur hér í peningastefnunefnd. Þegar við ráðum sjálfsögur ekki eiginfjáraukanum. Þannig við erum fókusar á peningastefnuna. Við getum náttúrulega haft áhrif, ekki bara með vaxtalækkunum, heldur líka með því að beita efnahagsreikningi Seðlabankans. Prenta peninga, eins og það oft kallað, eða eitthvað álíka. Og auðvitað það áhyggjuefni ef við lækkum vexti og það ekki skilað sér í auknum útlánum. Við viljum náttúrulega þessi lægri vextir til hvetja áfram fjárfestingu og atvinnu. Þannig að þarna, og nefndin hefur náttúrulega fleiri, hefur ekki bara vaxtatæki, hefur fleiri tæki og það kann að vera eitthvað sem við þurfum að skoða í framhaldi. En hvað var eiginfjáraukana þá náttúrulega það fjármála stöðugleika stefna sem að það og það kann einhverju leyti að vera ekki nákvæmlega sömu markmið varðandi fjármála stöðugleika. Þessi háu eiginfjáraukar til þess að tryggja það að bankarnir hafi borð fyrir báru ef það þarf á því að afskrifa. En þetta mjög holl umræða sem þarf að við taka á hverjum tíma. Já, kannski, við bæti bara við í sambandi eiginfjáraukanum, þessi sveiflujöfnunarauki sem hefur verið mikið til umræðu. Markmiðið með honum að hann á að byggja hann upp þegar kerfisátt að byggjast upp. Það hefur verið gert, hann hefur verið hækkaður í 2% núna í febrúar. En síðan ekki meiningin að hann sé farið að lækka nema að kerfisátt að minnki eða raungerist. Kerfisátt hefur ekki raungerist og kerfisáttanefndar og fjármálastöðugleikaráðs í desember var svo að kerfisátta hefði ekki minnkað og við verðum að hugsa mun eftir eins og kannski Ásgeir kom inn á áðan af hverju við erum með þessar þjóðhagsvarúðarkröfur og sko, nú erum við kannski að horfa mikið á bara stöðun akkurat núna þessam dag á mánuði og ef það er farið að slaka á þjóðhagsvarúðartækjum bara út á skammtíma hagnaði sko, þá getur það verið að við setjum upp í langtíma, þannig að það hafi þá meiri áhrif á raunhagkerfið til lengdar. Þannig að þetta í rauninni fyrsta skipti sem við erum í rauninni komin með þessi tæki og þau eru kannski, gætu verið að rekast á þarna, peningastefnan og fjármálastöðugleikastefnan. Þannig að þetta er bara eitthvað sem verður þá skoðað inn í fjármálastöðugleikanefnd á fundi hennar þegar hún kemur fyrst saman í lok mars, hvort ástæða til að gera einhverja breytingar þarna á. En þú spurði líka fjárfestinguna og hvaðan hún kæmi, sko, við byggjum þetta er uppfærsspá, þá byggjum við á fjárfestingarkönnun sem við gerðum í nóvember og síðan eru þarna inni bara þau fjárfestingaráform sem opinber eru, Landspítalinn og fleira, þannig að það er rauninni það sem er hann inni, en atvinnuvegafjárfestingin, við vorum í síðustu spá að gera ráð fyrir að hún aukist 10% rúmlega, en eru núna að gera ráð fyrir að hún aukist aðeins 1,2%. Og mikið til er ástæðan svo að við höfum núna gögn sem sýna það að álag á fyrirtækjaskuldir er að hækka og það er mikið til það sem er að hafa áhrif þarna. Já, kannski bara, nú þetta vissulega aðskilin svið en búið að sameina fjármálaeftirlit og Seðlabanka og líka að spyrja, það er verið að gagnrýna í raun og veru að þessi ólíku stýritæki, annars vegar gjaldeyrisinngrippin séu mögulega valda eitthvað krónukorti, nú var ágætt að heyra eitthvað svona með því, þetta er það sem maður heyrir út í bankakerfinu og þá lausafjárkröfurnar sem gerðar eru á bankana og síðan aftur þessir eiginfjáraukar og það verður að hafa í huga að það eru hvergi gerðar jafn mikla kröfur eiginfjárhlutöll banka eins og hér á landi og þrátt fyrir það ættu nú bankarnir eftir þóttavélina sem þeir fóru í gegnum eftir hrun að vera með nokkuð heilbrigða efnahagsreikningu og ekkert sem bendir til annars. Þetta hlýtur að vera óheppilegt fyrir Seðlabankann að þessi stýritæki séu að togast svona á sama tíma verður að reyna að örva hagkerfið
með lækkun vaxta að þá sé það einfaldlega ekki að skila sér út til atvinnulífsins í formi hagstæðari vaxtakjara því að önnur stýritæki sömu stofnunar séu raunur að toga þarna á móti. Já, að vísu, það að vísu varlega nema þannig mánuðu sín að þessi tvær stofnunar saminuðust og þannig að sko þetta allt sem við þurfum að taka til greina. Ég sést þarna eins og sagði við erum miklu með valkvöl hann á milli, annars vegar það að varðandi útlán og hagvöxt og hins vegar öryggi fjármálakerfisins og hvar við ætlum að staðsetja okkur þarna. Við höfum tekið ákvörðun þessu 10 árum að vera með mjög hátt í bönkunum meðan þess að tryggja öryggi og síðan verðum við eitthvað að sjá hvað hefur gerst síðustu 7 ár. Það hefur eitthvað verið mjög heilbrigður hagvöxtur. Þetta hefur verið útflutningsdrifinn hagvöxtur. Við höfum ekki séð aukna skuldsetningu endilega. Skuldir, hvorki heimilin í fyrirtækja hafa vaxið sem hlutfall af landsframleiðslu og þannig að fjármálakerfið er í sjálfu sér heilbrigt þannig. En eins og segi, það peningastefnunefnd ræður líka yfir bindiskyldu, ræður líka yfir lausafjárhlutföllum. Þannig það tæki sem við gætum mögulega beitt ef við teldum þess að vera þörf. Og líka á móti kemur það að eins og bankarnir segja allavega mér að það eru líka bara færri verkefni sem eru álitleg sem koma til þeirra. Fjárfesting hefur miklu leyti beinst í ferðaþjónustu undanfarnum árum. Hún aðeins á undanhaldi og okkur vantar eitthvað annað eins og var ekkert sagt dálítið. En ég bara ítreka aftur, ég finna að sameinaður banki ætti að geta náð vel utanum það hluti og einhverju leyti þá marka skýra stefnu þessi tæki og hvernig þeim beitt. Við reyndar mun bæði sitja í fjármálastjórnarnefnd svo það komum fram, þannig við tökum ákvörðun þar líka. Kannski að ég má aðeins bæta við eins og Ásgeir kom inn á, það er ekki víst að það er að hægja á í hagkerfinu, það er ekki skrítið að dragi úr vilja bara fyrirtæki til að fjárfesta, fara í fjárfestingar þegar svoleiðis er. Þannig að þetta er ekki bara spurningin stöðuna í bankakerfinu, heldur þetta líka spurningin í stöðunni í hagkerfinu. En það er þetta tilbúin með því að lækka vexti, ekki sem? Jú, ég meina, en við erum ekki bara að lækka vexti til þess að auka miðlum peningastefnum getur farið fram í gegnum fleiri, við skal koma því á eftir. En það er auðvitað eina ástæðan og þá verðum við líka náttúrulega að hugsa út í það að ef við hefum ekki lækka vexti, þá værum við ekki að spá neinni aukningu í fjárfestingu á næsta ári. Í ár meina ég. Þannig að það að lækka vexti hefur náttúrulega haft áhrif líka að það eru örugglega fleiri verkefni sem að verða af vegna þess að vextin eru lægri. En við sjáum líka að fjármögnun fyrirtækjalána hefur einnig farið töluvert út í gegnum fagfjárfestasjóði. Þannig að það er ekki nóg að horfa bara á útlán í lánastofnunina. En ég meina, miðlum peningastefnu hefur verið ágætt til dæmis til heimila. Útlánavöxtur þar er 7% á 4. ársfjórðungi fyrra. Þar er ekki varðandi fyrirtæki verið að hugsa að síðustu misserin áður en fór að hægja og þá hafði vöxturinn þar verið í 2 stafa tölu í nokkur misseri. Þannig að fjárfestingarþörfin var kannski ekkert gríðarleg og þannig að þetta verður að horfa á þetta svolítið svona í breytt en ekki bara akkurat þetta og ég meina eins og ég segi, miðlunin getur farið fram í gegnum ýmsa aðra þætti, lægri vextir gæta þá einhver leyti veikt gengið sem hefur áhrif þá á beina eftirspurninni inn í hagkerfið. Heimilin kannski er ekki eins hagstætt fyrir þau að spara og þá eyða þau kannski færa þau til neyslu. Þannig að þessi miðlunin hún fer ekki bara fram í gegnum útlán til fyrirtækja. Svo ég bæti líka við varðandi bankana, það er líka fyrir að það er búið að taka tölvöld mikið peningum út úr bankerinu. Það er einn eigandi að 2 bönkum sem hefur tekið tölvöld mikið peningum í arðgreiðslur sem er ríkissjóður. Og líka þessi bankaskattar hafa einhverju leyti haft
dregið þróttin úr þeim. En ég bara bæta við, sko, þetta eitthvað sem við fylgjumst með, ef að og munum fari í rauninni aðgerð. Það hefur verið einhver leyti tiltölulega heilbrigður lánavöxtur á síðast ári, hjá 2 af þessum 3 bönkum, og ef við sjáum að það eitthvað verða bil þar á að það munum fara í aðgerð. Við líka getum, eins og við getum beitt þarna efnahagsreikningi þarna Seðlabankans líka til þess að auka þarna lausafé umferð og þessi aðgerð að takmarka það hverjir mættu vera innistæður í Seðlabankanum. Þannig hefur haft þessi áhrif. Við gætum líka íhuga eitthvað fleiri slíkar aðgerðir. Þannig við ætlum bregðast við, þannig. Kannski aðeins líka beina til ykkar, ég held að þið ekki með frumvarp til umfjöllunar breytingu á meðferð vaxtagreiðslna víkjandi lánum. Það eitthvað sem getur til dæmis aukið svigrúm bankanna til að lána út. Og nú áramót hafði ekkert verið rætt það í fjölmiðlum, en þá tóku gildi nýja reglur afslátt af áhættuvogum vegna smárra og meðalstóra fyrirtækja. Þannig að þetta á allt eftir að í rauninni sú ákvörðun áhrif hennar eftir að koma fram. Þannig að það ýmislegt í kortunum, þannig, og við, eins og Ásgeir segir, við fylgjumst mjög vel með þessu. Smári McCarthy. Já, takk fyrir þessi yfirferð. Ég ætlaði nú að spyrja mjög svipaða hluti og Þorsteinn, en varðandi skilvirkni í rauninni stýrivaxtanna, vegna þess að nú höfum við horft upp á töluvert öralækkun síðan maí 2019 4,5% og núna 2,75%, og það eru ákveðnar væntingar að þetta skilir sér í betra árferði. En við erum samt að horfa á það að jafnvel ef við horfum ekki bara á lánamarkaðinn, heldur líka bara hvernig fólk að bregðast við í samfélaginu, þá greiðslukort að velta alveg búin að snarminka, nýskráning bifreiða búin að snarminka, einkaneysla almennt hefur dregið saman, og það svo ef við horfum aftur á lánin þá hafa lægstu vextir óverðtryggðra lána lækkað 16% meðan að stýrivextir hafa lækkað 39% á þessum tíma. Þannig að ég velti því fyrir mér hvort að þetta sé einhvers konar merki það að jafnvel þó svo að það búið að liggja fyrir í töluverðan tíma að bankaskatturinn færi lækkandi. Það búið að svona ýmislegt sem bendi til þess að þetta sé ekki kannski jafn slæmt og árferði og kannski verstu spárgerður ráð fyrir. Þá almenningur kannski ekki að trúa því að það sé von á einhverjum svona betri niðurstöðum. Þannig að ég velti því fyrir mér hvort að það sé eitthvað í fyrsta lagi hvort að svona fyrir utan þessa þætti sem Þorsteinn nefndi, eitthvað sérstakt sem að valda því að vaxtalækkanir Seðlabankans sé ekki að skila sér til neytenda á lánamarkaði, en síðan hvort að það sé eitthvað almennt sem að vantar að gera til þess að auka tiltrú almennings á því að hagkerfið sé kannski ekki að versna töluvert mikið. Þannig að það kannski fyrsta almenna spurningin. Já, sko, mér finnst í rauninni að það stýrið Seðlabankans hafi rauninni sjaldna verka jafn vel eins og núna, eða einhver leyti. Við erum að sjá, eins og Rannveig nefndi áðan, töluverða vaxtalækkun til heimila, og í rauninni 2-3 síðustu ár hefur verið séð þarna mestu vaxtalækkunin til heimila sem við höfum ekki séð á síðari tímum, meðal annars með lánum lífeyrissjóða, sem ekki allt vegna Seðlabankans, sem líka bara einhverjir kerfisbreytingar á fjármálamarkaði. Við, sko, það sem var kannski sérstakt við síðustu uppsveiflu, það að einkaneysla hún jókst aldrei neitt svakalega. Yfirleitt áður fyrr, þá fór kannski einkaneysla sem hlutfall af landsframleiðslu fór kannski upp í 65%, og þá var yfirleitt skuldsett aukning. Núna hefur hún legið í 50%, og við höfum ekki séð endilega mikla lántökur í heimilina, og það þá vegna þess að við skýrir kannski að hverju við erum ekki að sjá endilega minnkun einkaneyslu núna,
þessi missir innvorki og síðust árin ég heldur verið að spá því að hún dragi saman og við höfum líka sjá aukningu kaupmáttar í gegnum þessar lífskjarasamninga. Þannig að við álítum allavega það að við okkur hafi heppnast að tryggja tiltölulega góðan stöðugleika í heimilinu landinu. Verðstöðugleika, vaxandi kaupmátt, jafnvægi á gjaldeyrismarkaði og þannig að eins mikið öryggi og við getum gefið. Erum við þannig rann við að vona að þetta sýnir fram á það hvað góð peningastefna getur gert sem að í rauninni skapa öryggi fyrir almenning. En það verður kannski ekki við öllu séð. Íslenska bankkerfið það hins vegar hefur séð með fjármagn fyrirtækin. Íslenski bankar eru ólíkir til þess bönkum í Skandinavíu þeir eru fyrst og fremst í rauninni fyrirtækjabankar að miklu leyti. Fyrirtækin eru á flestu á breytilegum vöxtum. Þannig að við ættum að geta haft verulega áhrif á vaxtakjör fyrirtækina. Það er að segja ef að vaxtaálögin hækki ekki á móti og við erum miklu leyti bregðast við hækkun vaxtaálaga með því að lækka vexti nú. Og það sýnir framhaldi, gæti við skoða hluti sem tengjast lausafé og peningaframbúði til þess að tryggja það að peningar séu til staðar að lána út. En þetta eins og þeir segja hins vegar Bandaríkjamenn að þú getur leitt þarna hrossaði vatni, þú getur ekki látið að drekka sko. Við getum bara að skapa skilyrinn. Það verða síðan einhverju frumkvöðlar og einhverju aðilar að koma með verkefni til þess að fá fjármagn. Kannski ef ég aðeins kemur inn á einkaneysluna, sko það ekki alveg rétt að hún sé að dragast saman, það að vissulega að hægja á henni en allar spár sem við gerðum á síðasta ári og þessi sem við vorum að birta í gær, þá hefur einkaneyslan verið sko hækkuð miðað við það sem við höfum gert ráð fyrir. Hún hefur verið miklu sterkari heldur en við gerum ráð fyrir og í fyrra erum við að spá því að hún hafi aukist 2% og við erum að spá því að hún aukist 2,5% í ár. Það náttúrulega, við sjáum það að heimilin eru ekki að ráðast eins mikið í kaupa á stórum vörum sem ekkert skrítið þegar að hægir á í hagkerfinu og ég held að það sé ekki eitthvað, það bara mjög eðlileg og bara mjög gott að heimilin gerir það. En heimilin eiga náttúrulega því að þau hafa aukið sparnað núna í batanum, þá geta það náttúrulega gengið að hann ef þau þurfa að halda upp einkaneyslunni og hafa þá kannski einhver leyti verið að gera það. Og maður kannski bæta líka, okkur finnst að við höfum töluverða tiltrú, okkur tveimur hér, en þess að þarna verðbólguvæntingar, að því að Seðlabankinn á rauninni verðbólgumarkmiði og besti árangur verðbólgumarkmiðs eru væntingar almennings, hvort að almenningur trúi því og fyrirtæki trúi því að verðbólga framtíð sé 2,5% og verðbólguvæntingar hafa legið á markmiði, þar hækkuðu síðasta vetur vegna gengi króna lækkaði þá og fengum ný kjarasamninga og þá kom aðeins verðbólga gegnum kerfið og hún hjanað og núna verðbólga á markmiði sem við viljum tólka þannig að almenningur hefur trú á okkur. Það kannski myndin sem í glærunum sem þið fengur, það sjáið þið verðbólguvæntingar bæði til skamms og langstíma, hvernig það jukust þegar að gengi gaf eftir haustið 2018, hversu hratt það komið niður og eru á langflesta mælikvarða við markmið. Það reynir bara almenningur sem ennþá í 3% skammtíma verðbólgu, en það kannski ekkert, það kannski bara við markmið líka. Smári. Já, þetta nú allt gott og blessað en þetta breytir því samt ekki að það hægt að leiða hrossaða vatni eins og þú segir en kannski vill það ekki drekka vegna þess að trúir ekki að vatnið sé hollt fyrir sig á einhvern hátt. Vandinn virðist vera að einhverju leyti að fólk hafi ekki langtíma trú á að fjárfestingar sem það gerir núna muni vera óhuldar til næstu ára. Og ein birtingamyndin af þessu þessi svona aðeins minni umsvif. Við þurfum einhvern veginn að svona efla traustið og það að hrósa sér fyrir góða peningastjórnun, góða peningastefnu þegar að minna en helmingurinn af stýrivaxtalækkunum að skila sér til neytenda. Það
kannski heldur bratt. Ekki eitthvað sem að þarf að gera annarkvort ykkar megin í því hvernig þeir eru að beita ykkar stjórntækjum eða jafnvel okkar megin í því hvernig við erum að reglusetja bankakerfið og jafnvel ykkar starfsemi sem að gæti skila sér í einhverju svona aðeins betra heldur en bara einhverjur óljósar vonir. Spurningu það hvort að stjórnmálamenn séu eitra vatni. Já. Já, sko, og sé hættur að það tóku nýju lög gildi við Seðlabankann núna, síðan áramót og sem gefur okkur ný tæki til þess að beita og það mánuðum síðan og við náttúrulega hyggjumst þarna sko beita þeim tækjum með þeim hætti sem okkur er unnt. Mjög mikið af peningastefnan hún vísu nær aðeins til skams og meðallangs tíma. Þegar við erum að tala eitthvað lengra fram í tíman og þá eiginlega hvílir í rauninni ábyrgðin á ykkur hér á Alþingi miklu leyti að tryggja vatnið sé hollt en sko það er mín skoðun að og það er ekki bara hér, þetta er líka út í heim það var svo trú fyrir 10 árum síðan að Seðlabankar hefur bara eitt tæki, það var stýrivextir og það er mjög breytt. Núna er fullt af nýjum tækjum sem eru að beita og hefur verið beitt úti eins og Seðlabankarnir úti í Evrópu og í Bandaríkjunum líka, það verður að prenta peninga þessum dæmi og það sem við köllum að beita vefnaðsreikningi og líka er verið að beita þjóðhagsvarúðartækjum og það eru tæki sem við ætlum að beita við þegar þarna litið til framtíðar og við ætlum að tryggja stöðugleika til að og eins og sagði áðan við vonum bara að ábatinn á góðri peningastjórn hann sjáist núna. Þú bætið þér Ég kannski bara það er nú ekki alveg rétt að þessi minni en helmingurinn af stýrivaxtalækkunum skila sér neytenda en það hefur skilað sér alveg ágætlega til neytenda í gegnum húsnæðislán allavega og mér sko finnst eins og ég sagði áðan einkaneysla sem að spáð er aukist 2,5% í ár sýnst það nú sína ágætist traust almennings á því að þetta sé tímabundið og gangi yfir eins og við erum að gera ráð fyrir. Takk, Bryndís Haraldsdóttir, Kjölsvall. Já, takk kærlega fyrir þetta. Heyrðu, mér langar aðeins að spyrja í skýrslu Gylfa Zoëga sem er ytri nefndamaður í peningastefnunefnd Seðlabankans til okkar. Þá fer hann svolítið mikið yfir hátt launastig hér á landi. Og það að við séum með þriðju hæsta launakostnaðinn innan OECD og þetta hafi töluverð áhrif á samkeppnishæfni okkar. Mér langar kannski aðeins að biðja ykkur að fara yfir, hann segir það líka skorður eru settar á hagvöxt í hálaunalöndum. Við getum aðeins farið inn í þessu skorður og kannski jafnvel öllu frekar tækifærin. Svona við tengjum okkur aðeins inn í vatnið aftur, hvað getum við gert til að gera vatnið mjög drykkjarhæft og hvað tækifæri eru í þessu. Og svo er ég með aðra spurningu, nú höfum við náttúrulega verið með sem lítil eyja hér í Atlantshafi og eigum þetta mjög mikið undir utanríkisviðskiptum að þá hefur þessi yfirvofandi tollastíg og annað haft áhrif og alltaf verið skrifað inn í ykkar stefnu sem var mikill óvissu þáttur. Nú hefur þeirri óvissu eitthvað létt með svona einhverjum áfangasamningum þar en nú erum við með fréttir af korónuveiru sem að svo sem enginn veit nákvæmlega hvert leiðir okkur þannig að mér langaði kannski bara að vita hvað eru þið að gera ykkar megin til að fylgjast með og meta áhrif af slíku á efnahagslífi hér á landi? Ég bara kemur fyrst varðandi launin þá það er sagt að þau hafa hækkað verulega og ég bara lítum bara hvernig launastiðið þróast náttúrulega gengið náttúrulega fjall mjög mikið þarna árið 2008 og var mjög lágt mjög lengi og þá voru þá laun í Íslandi mjög lág með önnur lönd og síðan hefur það hækkað mjög skarpt og núna erum við og eins og Gylfi Zoëga nefnir komnir í fremstu röð varðandi laun. Það er sjálfsög jákvætt ef við getum borgað há laun
þannig að annaldur sem oft sagt einhver hagfræðinga okkur sé illa við að fólk fá almennilega borgað, það ekki alveg, það er bara mjög jákvætt að fólk fær hálaunin, en það náttúrulega felur í sér ýmsa hluti, sko það gerir kröfur til okkar að við rekum hagkerfið miklu betur og rekum atvinnulífið miklu betur og viðbrögðin hjá okkur hafa alltaf verið það ef við lentum í vandræðum í útlendingi þá féll gengið og það húraði niður og það var allar uppsöflur ég frá því amma var ung eða sérst allavega frá seinna stríði þegar hafa endað þannig að gengi fjall og því síðan fengur verðbólguskell sem tók niður laun í landinu eða raunvirði og þá var landið aftur orðið samkeppnishæft og gat aftur byrjað að fara aftur á stað. Og núna erum við ekki að sjá það, gjaldeyrismarkaðurinn í tiltölulega góðu jafnvægi og það stafar því jafnvel að útflutningur hafa minnkað, það hefur innflutningur minnkað líka og jafnvel aðeins meira, þannig við erum að spá meiri afgangi á utanríkisviðskiptum á næstu 3 árum þrátt fyrir. Það verið horfur en það gerir það aðra kröfur því að ef við ætlum að geta borgað þessi háu laun og geta staðið undir því þá verðum við að fá framleiðni. Framleiðni hver vinnustund sé að þá skila auknum verðmætum og það ekki þegar var að gera sem var til ferðaþjónustu, vantarlega erum við að sjá ferðaþjónustu sem að Íslandi sem er kölluð virðismikil ferðaþjónusta eða high-end á ensku. Og það ætti þá líka, einhverju leyti líka vera það að við sem að nýta mannuð meira úr þannig að fólk sem útskýrast úr þarna háskólanum en þá gerir það líka verkum að hærri laun heldur líka að núna og þau eru möguleg vegna þess að vexti hefur lækkað bara með jafnvægi og stöðuleika höfum við fengið lægri vexti og það leiðir þá til minni fjármagnsgjalda og svo framvegis og þannig að þetta er mjög svona viðkvæmt jafnvægi og eins og þið sem eru inni þegar nú vantarlega flesti eldri heldur en þarna 2 vetur þannig að þið hljótum alltaf geta muni eftir þeim atburðum þessum að hafa ómiklu launahækkanir farið í gegn og svo framvegis og höfrangulöp og svo framvegis að þá hefur botninn dottið undan kerfinu og gengið í fallið þá komið verðbólga og í rauninni þá að við hefum þá mista aðeins fótana þannig að ég vil allavega trúa því að þessi stöðugleiki sem við höfum náð lægri vextir gerir það verkum við getum borgað þessi hálaun og þá krefst það af okkur og það er eitthvað sem þið hér á Alþingi getur líka hafa í huga hvernig getum við aukið framleiðni í landinu og svo framvegis. Svo komum við sem lítið land erum háð utanríkisviðskiptum. Sjálfkrafa við erum einhverju leyti okkar gengi veltur á því hvað aðra þjóðir eru að gera, tollastýrið er eitthvað sem kemur alltaf illa við okkur og þannig að það sem kemur fram í spánum okkar er að við erum að sjá minni náttúrulega og loðnan finnst ekki, það er áhrif sjávarútveg, ferðaþjónustan var aðeins í vanda, kórónu verðum ekki hjálpa til, það er ekki gert ráð fyrir kórónu verðin hér, við vitum ekki hvernig hún þróast og en það er eitthvað sem við fylgist mjög vel með. Bryndís, ætlar að fylgja þig eftir? Eða? Nei, bara takk fyrir þetta. Ég lít á að þetta snýst framleiðaukninguna og tækifæri hluta þegar liggja mjög mikið í tæknibreytingum og nýsköpun til að auka framleiðni. En ég var kannski varandi korónavírusinn að spyrja hvernig eru þið að fylgjast með því? Eru seðlabankar almennt að fylgjast með hvað áhrif þetta hefur og svona leggja mat á til framtíðar? Og svo kannski aðeins í lokin vegna þess að ég minnist þess að það var í góðri skýrslu framtíðar peningastefnu Íslands að það var tekið á svona upplýsingagjöf til almennings og svona einföldum og skýrum skilaboðum. Þannig að nú er seðlabankastjóri búinn að vera í kastljósviðtali og ég frétta þáttum og svona, en mér langaði bara ábendingin einföldu og skýru skilaboðin líka inn á heimasíðunni sem eru kannski ekki á þessu hagfræðimáli. Gjörðu svo vel. Þú var það gamli háskólakennari. Já, ég fyrst og fremst kórónuveiruna, þetta er ekki sem fylgjast með og við erum að gera viðbúnar áætlanir varðandi kórónuveiruna. Okay.
og þá líka varandi svo öryggi í greiðslukerfinu og svo framvegis. Þannig þetta eitthvað sem við erum að skoða og svo náttúrulega alls konar aðrir hluti sem við þurfum að hugsa eins og eldgos og eitthvað Eurovision, nei ekki alveg. Varandi það að tala skýrt, við erum að reyna það og það eitthvað leyti, við okkur hefur heppnast Seðlabankanum á síðust 10 árum að við höfum náð ágætis samtali við fjármálamarkaðinn og þessa, við getum kallað elítu í landinu sem í viðskiptum og stjórnmálum og þessi þið eru þarna hluti af einhverju leyti, þannig það hefur heppnast mjög vel. Það sem við þurfum að ná til almennings, þannig að peningastefnan náttúrulega ekki einkamál hagfræðinga eða stjórnmálamanna sem heldur. Og ný lög Seðlabankans sem eru 3 nýjar nefndir með ytri nefndarmeðlum og framvegis á að gera þetta við þetta svo aukið gagnsæi sem á að vera og verðbólgumarkmiðið það svo vinsælt meðal lýðræðisríkja vegna þess að það byggir á sömum viðmiðum eins og lýðræði í landinu, byggir á gagnsæi, dreifðri ákvarðanatöku, þessi kosið hluti og svo framvegis og það sem við þurfum að ná og að verðbólgumarkmiðið komist inn í svona samfélagssáttmála. Þannig að hvar sem að fólk setjist niður og tali saman, nei, ég reyndar ekki alveg þannig að það fari inn í alla áætlanir í landinu. Þegar aðalega vinnumarkaðinn semja kaup og kjör, þegar fyrirtæki gera áætlanir, þegar þið eru að semja lög eða samþykkja lögum framvegis. Og það eitthvað sem við ætlum að reyna að gera og við skulum reyna að tala skýrt eins og hægt. Ég ætla bara að segja, þetta var ekki gagnrýni á okkur, það er líka að tala um mannamáli, ekki bara fyrir okkur Norðana. Bara að benda nefndarmönnum á að tími líður en Ólafur Þór Gunnarsson. Já, þakka þér fyrir formaður. Nú tvennt sem ég langar að kannski ympra á. Það í fyrsta lagi hagvaxtarspár breyttust mjög mikið á síðasta ári. Fór úr því að vera eitthvað í kringum 2% pluss í upphaf árs niður í mínus 0,2 í lok árs og núna stefnir í þessu kannski rúmlega 0,5% pluss fyrir síðasta ár. Og á sama hátt að hafa framtíðarvæntingarna líka verið að hreyfast nokkuð, kannski ekki alveg eins mikið. Og það sem finnst svolítið að bæði við og almenningu þurfum kannski að skilja svolítið eða fá upplýsingar það hvað það sem að veldur þessum mikla breytileika. Það bara það að núna sjáum við ekki fram að það verði loðnuvertíð, allavega blasir ekki við verði. Það bara það að þessi samdrátt í ferðaþjónustunni virðist ætla að halda áfram inn á næsta ár eða það einhverjir aðrir fleiri þættir sem að megin hluta til gera þessar snöggubreitingar. Nú ég ekki hissa á því að það sé einhver smá blæbrigðamunur en persónulega finnst mér þetta að vera nokkuð. Sko, ég kannski bara vísa ykkur á glæruna, því miður erum við ekki með þetta bak við okkur, glæruna sem að blaðsíðu 4, myndin þannig allir hægri, hún sýnir ágætlega hvað það sem að hafa áhrif, annars vegar það sem vinstra megin á myndinni, sýnir hvað hefur breyst frá síðustu spá, en kannski það sem þú ert í rauninni að spyrja það sem hægra megin, og þá sjáum við það að þessi hægari hagvöxtur sem við erum að spá, hann náttúrulega fyrst og fremst vegna breytinga í ferðaþjónustu. En loðnan og vandamál í áliðna eru líka að hafa áhrif. Þannig að það eru þessi 3 þættir og svona stærðagráðan sést mjög vel á þessari mynd. Og fyrir þá sem ekki hafa þetta verið fram sig þá þessi kynning á heimasíðu Seðlabankans. Þannig að mér finnst þetta svona sýna þetta nokkuð vel og stærðagráðan á því hvernig þetta hefur verið að spila sig. Já, ég benda á að eins og loðnan, hún finnst ekki, þetta tapir þjóðarbúið upp á 10-20 milljarða eitthvað.
En það var eins og þannig, ég held að það hefur komið kreppa 81 út af því að loðnan hvarf þá. Og þannig að við erum með fleiri stóður undir kerfinu núna. En við erum náttúrulega mjög háð öðrum þjóðum, eða sem lítið útflutningstir yfir land. Þannig að spárnar þær er náttúrulega einhverju leyti mjög háð því sem er að gerast úti. Og það er náttúrulega hægst tölvust á hagvexti erlendis. Sérstaklega í löndum eins og Þýskalandi, bara sem dæmi. Það er náttúrulega að hafa áhrif á okkur. Já, það var önnur spurning sem snýr kannski að þessu með vaxtalækkanirnar og það er þessi, eins og hún nefndir áðan að það hafa verið frekar hæg viðbrögð í vaxtalækkunum sérstaklega þá til fyrirtækja og til atvinnurekstrar. Það er að segja, þið hafið staðið ykkur býsna vel í að lækka stýrivexti en þetta hefur ekki gerst alveg þarna hjá fyrirtækjunum eða lánum til fyrirtækja. Og mér langar kannski að heyra aðeins í ykkur hvað haldið þið eða hafið þið eitthvað gisk á það hvenær þetta byrjar að hafa áhrif, álítið þið að þið þurfa að fara mikið niður frá þeirri vaxtatölu sem þeir eru núna til þess að fara að býta og hversu lágt treystir bankinn sér til þess að fara í stýrivaxtalækkunum áður en þeirra hafa verulegar áhyggjur af því að þetta tæki muni ekki býta eins vel eða hafa eins mikil áhrif eins og væntingar hefur kannski staðið til að því að nú eins og þið töluðum áðan þá hefur þetta jú haft nokkur áhrif á vaxtastig heimilana sem er náttúrulega ljómandi en það dugar ekki til lengdar að það sé bara þar eða væntanlega ekki. Nei, ég vil nú reynda að líta svo á að það sem hafi verið gert á bönkunum varandi hækkun á álagi sé eitthvað sem að var í pípunum og hefði hvað sem er gert, þá má kannski líta þannig og við höfum með vaxtalækkunum komið í veg fyrir að þetta færi að þessar hækkanir kemur fram. En eins og ég sagði á hann, ég endurtek þess að sagði hann að við munum náttúrulega að sjálfsögðu fari í gegnum miðlunarferli peningastefnunar og hvort sem ekki hafa áhrif þar að það myndist nýja útlán á grundvelli lægri vaxta. Og en það er náttúrulega til líka önnur tæki eins og ég nefndi áðan sem að við getum veitt, peningastefnunefnd getur hefur líka vald þess að breyta efnaþyrningi Seðlabankans, breyta peninga. Það er sjálf sér hvað við getum fara langt niður með vexti, sumar þjóður í kringum okkur eins og Danir, ég held að stýrivextir í Danmörku 0,75 mínus og þannig við erum í 2,75, við höfum eitthvað sjórum. Það er ég held ég að sé eitthvað liti óheppilegt að fara vexti nálega núli, setja mikinn þrýsting á fjármálakerfið fyrir að reyna að hindra útlán. Bankarnir get ekki viðhaldið vaxtamun, þeir get ekki farið með ílánavexti niður. Þannig en við höfum ennþá töluvert sjórum til að lækka. Og við höfum líka aðra hluti sem við höfum ekki beitt eins og þessi magnbundna íhlutun, brennda peninga. Og síðan erum við líka náttúrulega með ríkissjóð sem er tiltölulega vel staddur og í rauninni getur beitt sér. Þannig að ég held að miðað við önnur lönd þá séum við bara ansi vel stödd með tæki og svigrúm til þess að beita þeim. En það bara, ég bara aftur spáin okkur gerir ekki ráð fyrir samdrætti á þessu ári, bara 0,8% hagvexti. Og það sem ungur, þannig drengur þegar ég var að horfa á þannig kúrikamindir í gamla daga, þannig að þá hvernig það ekki góður lukka að stýra að skjóta öllu skotunum strax sem þetta með byssinni, við viljum náttúrulega vinna okkur áfram, það er að segja við viljum eiga eftir skoti byssunum þegar á þarf að halda og líka við þurfum líka að sjá hvað þið gerir og líka einhverju leyti við að fóta okkur með ný tæki sem við ætlum að beita en bara
ítreka það að við erum að fylgjast með. Við ætlum að beita peningastefnu. Við höfum sigurum út á aukinni tiltrú. Verðbólguvæntingar eru 2,5%. Það eru mjög góðar verðbólguhorfur í kortunum sem koma inn fram. Það gefa okkur sigurum sem við munum nýta. Nokkurn veginn. Takk, Brynjar Níelsson, Kjölsveit. Já, því að Seðlabankastjóri sagði hér áðan að við erum eldri en 2 vetur. Var þá reiknar. Það mátti skilja þannig að við hefum eitthvað lært af reynslunni. Stjórnvalmenn eru mjög gleymnir, sko. En nú hefur það gerst auðvitað að það er svolítið álag á atvinnulífi. Laun hafa hækkað mjög mikið síðust mörg ár. Við sjáum samdrátt og menn eru sammála um það að nú sé kannski rétta leiðin að ríkisvaldið fari í stórfelldar innviða uppbyggingu. Og ég heist að sé ekki mikil ágreiningur um það, en það er kannski ágreiningur um það hvernig menn eiga fjármagnana. Og ég sé svona nokkra tillögur því, meðal annars bara hækka skatta eða búið til nýja skatta sem við viljum bara prenta peninga. Aðrir taka lán og svo kannski enn aðrir sem segja kannski að það væri hægt að nota þetta, gera þetta með því að losa eignarhluta ríkisins meðal annars í bönkum og annar staðar. Nú er spurningin, hvað gæti að þessu verið besta leiðin, svona hagfræðilegu tilliti fyrir þjóðarbúið? Ég er ekki að setja það í pólitík, sko. Nei. Vísu, þegar ég svara þessari spurningu þegar hann gæti minn að fara ekki út fyrir umbúið sem fórum að peningastöfnu nefndar og Seðlabankastjóri. Fyrsta lagi, þið náttúrulega getið ekki prenta peninga. Við ráðum því. Sem vil telja það. Hvað sér við ráðum því. Það var þannig ég held að það hefði verið Friðrik Sófusson sem ánam það sem fjármálaráðherra að fjármálaráðherra geti dregið á yfirdráttarreikningi Seðlabankann. Þið getið ekki gert það og það séu á hreinu. Við erum með peningaprentuna. Ég tel að það sko út frá þegar við tala sem hagfræðingur þá tel ég að Ísland þurfi innviði. Ég held að við höfum ekki innviðirnir bara á síðustu 10-20 árum hefur þjóðinni fjölgað mjög hratt og hagkerfið stækkað, við erum komin mikið af ferðamönnum og ég held að það sé hverju manni ljóst, hverju barni ljóst að við þurfum betri samgönguinnviði og þó núna er eitthvað lítið sögulegt tækifæri að fara í þá innviðuppbyggingu bæði það slaki í hagkerfinu og líka vextir eru sögulegu lágmarki og það er raunin bara hálfgið útsala peningum sko, með hvað vextir eru lágir. Þannig út frá því að þá myndi það líta út sem tækifæri að gera eitthvað slíkt og Seðlabankinn sjálfur hefur ekki endilega skoðun því hvernig ríkið beiti sér hvort ríkið beiti með því að lækka skatta eða auka kaupmátt almennings þannig eða hvort það fer í samgöngu fjárfestingar en við viljum alveg sjá aukin slaka ríkisfjármálum eins og staðan núna og líka með við þarna verðbólguhorfur. Hvað var það smá sölu á bönkum og þá er það eitthvað leyti verður að vera mat ríkisvaldsins, hvar eru peningar ríkisins best nýtir og hvar gefur þau hæsta ávöxtun, er það sem eigið í bönkum eða er það sem samgöngu innviðir og það er svolítið ekki endilega svaka flókið að reikna það út sko. Nei, það er ekki bara eitt sko það er mjög auðvelt að breyta því hverju fá að prenta peningar sko. Það er bara eitt pennastrik hér sko bara svona til leiðpeningar. Já, ok. Ég ætla bara að minna nefndarmenn á það skiptist í annan nefndan eins og alltaf fyrir okkur. Það eru nokkru nefndarmenn ennþá sem vil ég orðast að við okkar góðu gesti en Viljum Þór Þórsson, gjörðu svo vel. Já, takk hérlega formaður og þakka ykkur kærlega fyrir ykkar yfirlit.
Ég með 2 spurningar. Fyrir spurninginu hafið þið svarað bara mjög vel. Ég vil hins vegar bara hnykkja á því að sko, ég vil kalla þetta fræðilegan veruleika. Það þetta jákvætt við þessar kringumstæður að lækka vexti en þeir ekki að miðla sér sérstaklega út í atvinnulífið og minni fyrirtækin og þess svona vil ég bara hnykkja á því og ánægður með að það máls samkvæmt sko síðan að skoða önnur tæki og svo alltaf þetta hérna megin að skoða að við getum hort á það hér bankaskattinn og eiginfjárkröfurnar en ég sé afar brýnt að við losum fyrir bankana til þess að þetta miðlist út í atvinnulífið vegna sem maður horfir á og kannski út frá svona síðustu spurningu varðandi kröfun á að auka hér innviða fjárfestingar sem ég held að sé afar brýnt jafnframt og þá þarf að örva hér atvinnuvega fjárfestingu. Seinni spurningar, ég nú ekki með neina spurningu að þessu leyti, við myndum bara hnykkja á þessu en seinna það athyglisvert að við höfum leitað að þessum eftirsóknarverða stöðugleika og náð góðum árangri þar og Ásgeir, þú talaðir þetta viðkvæma jafnvægi. Við erum ekki að gengisfella okkur út úr svona niðursveiflu eða minni hagvexti. Við erum ekki að velleggja okkur út úr þessu. Nú veit ég ekki alveg hvað þið myndu ætla að veri svona öllu jafna miða við þar sem að hagfræðingar kalla náttúrubundið atvinnuleysi. Við erum að sjá atvinnuleysi aukast. Erum við að horfa á nýja tíma varandi sko þetta náttúrubundna atvinnuleysi. Maður hefur alltaf svona metið það svo að það hafi verið jákvætt einkenni okkar hagkerfi að fólk hafi vinnu. Fólk hefur vinnu þá getur það bjarga sér. En erum við að horfa á nýja tíma í þessu viðmiði? Sko við erum náttúrulega að gera ráð fyrir því og það hefur náttúrulega þegar raungist að atvinnuleysi hefur aukist og það hérna í rauninni það sem búast hefði mátt við vegna þess að það að hægja á. Við erum ekki að gera ráð fyrir því að við séum að sjá neina svona kerfisbreytingu á atvinnuleysinu til frambúðar að við gerum ráð fyrir því að eftir því sem að hagkerfið tekur við að vöxturinn fyrir að aukast aftur þá dragi úr atvinnuleysi. En það vissulega í þessari spá sem við birtum í gær meira og varir mikið lengur heldur en við gerðum ráð fyrir í nóvember. Sáttu við þetta? Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, gjörðu svo. Já, ég veit þú vilt fara að klára þannig að ég skal hafa þetta bara stutt og sleppa miklu vangaveltum en ég ræði náttúrulega ekki lengt svarana við sjáum hvað það með það. Þetta var áhrif. Fyrir spurningin, hvernig fara vaxtalækkunin og eiginfjáraukin saman? Er bankinn ekki einhverju leyti bæði að gefa í og bremsa samtímis? Og hins vegar langaði með að biðja Seðlabankastjórinn að svara eigin spurningu frá því hérna áðan sem hann beindi til þingsins. Heyra álit hans á því. Hvernig förum við það að því að auka framleiðni á Íslandi? Já, jú, það er eitthvað rétt sko, herri eiginfjár auka kröfur hann á vaxtamun. Auka eiginfjárbindinguna og þá í rauninni gera þá kröfum aukinn þarna vaxtamun en það var kannski ekki bankinn sem tók ákvörðun það að þessi tvö tæki við erum með vexti sko það er ekki fyrir rauninni mars sem að fjármálastjórnin nefnd sem ný nefnd tekur til starfa sem að tekur ákvörðun eiginfjáraukan en þetta er eitthvað leyti að verka á móti kröfur eiginfjáraukin eykur vaxtamun og saman tíma er að lækka vexti. Varðandi framlengni þá var þetta tiltölulega stór spurning sko ég að ég kem nýkomin á háskólanum það var gaman að segja menntun og það er rétt eitthvað í menntun kannski ekki endilega háskólamenntun þetta er líka verkmenntun í landinu og sem er dálítið ábótavant og svo líka eitthvað leyti hagstæðsskilyrði fyrir frumkvöðla og það er nú þannig að niðursveiflur eru yfir sá tími þegar
þegar klárt fólk fær ekki vinnu það bara hjá stórum fyrirtækjum þá fer það hugsa nýja hluti en svona almennt sé að það sem framvinna sem við þurfum að hugsa menntun, frumkvöðla, skapur, húlliti og líka fjármögnun þarna frumkvöðla fyrirtækja og svo framvegis en svo líka bara það að það sé ákveðin sveigjanleiki í hagkerfinu, sveigjanleiki í vinnumarkaði og svo framvegis en allavega fyrsta skrefið að mínu áliti væri það að orðið framleiðni er notað í kjaraviðræðum ekki leiðréttingu eða eitthvað annað sko þetta hugtak er miklu meira viðmið í alveg umræðu heldur en við höfum séð. Sigmundur ætlar að fylgja? Já, bara stutt að þú nefndir þetta með menntunina sem er eflaust rétt en er of djúpt í árinni tekið að segja að við höfum lagt of mikið í menntun sem að kannski er fullmettuðum sviðum og skilar ekki miklu í framleiðri aukningu og of litla áherslu á að reyna einhvern veginn að ýta undir menntun á þeim sviðum þar sem að skorturinn, þörfin mest og myndi skila mestri framleiðri aukningu. Ég er alveg saman því að ég er ekki talað sem selmústjóri núna sko. En jú, ég held að ástæðan hafi verið mjög mikið á þarna bóknám. Við erum að horfa á mjög mikið brottfall í framhaldsskólum og mjög mikið ungu fólki sem að finnur nær ekki menntun í eiginlega neinum sérstöku fagi og fer út á vinnumarkaðinn án menntunar og það er ágefni. Ég held að við þurfum að leggja miklu meira áherslu á eitthvað verkmenntun sem að við sérstaklega hafa drengir fallið úr skóla sko. Og ég held að það sé ansi mikil þörf á því að við endurhugsum aðeins hvernig við hugsum menntunina. Kannski bara varandi framleiðnina það er alltaf vandamál að hún er lítil hér en þetta er vandamál sem bara flestar allar þjóðir eiga við að glíma og eftir fjármálaáfallið þá er þetta eitthvað sem hagfræðingar hafa verið að reyna að skýra og komið tillögur en það er í rauninni lítið skýringar í rauninni á því svona almennt og og eins og ég segi þetta er mjög almennt umræðuefni og vandamál meðal annarra þjóða líka. Takk hérlega, við eigum eftir svona 10 mínútur af fundatímanum þannig að áður en að við förum næsta hringi ég ætla að fá að skjóta hérna inn í og eiga við eitthvað smá samtal og svo förum við aftur. Ég hjó eftir því áðan Ásgeir að þú svona í framhjólhlaupi kallaðir eftir slökun í ríkisfjármálunum og það er auðvitað með geta hort á það að það hefur tekist kannski ágætlega til á undanförnum árum að samþætta peningastefnuna annars vegar og hins vegar ríkisfjármálastefnuna ólíkt því sem var hér kannski árum áður. Og ef ég skil seðlabankastjóra rétt að þá er hann að segja að við erum að slaka hér á í peningastjórninni með lækkun stýrivaxta og hugsanlega einhverjum öðrum aðgerðum þegar að nota önnur stýritæki sem að bankinn hefur núna yfir að ráða og hafði ekki. En það sé nauðsynlegt að til að ná þessari áframhaldandi samþættingu peningamála og ríkisfjármála að þá þurfi að koma til slökun í ríkisfjármálunum og þá kemur auðvitað líka spurningin stöndum við frammi fyrir því í okkar verkefni hér að til dæmis að endurskoða fjármálastefnuna sem er í gildi og fjármálaáætlun. Ég var kannski ekki byrjandi að kalla eftir einhverjum gríðarlegri slökunum og hallar eftir á fjárlögum eða neitt slíkt. Það er töluvert mikið slökun sem er innbyggð núna í fjárlögin í tengslum við lífskjarasamningana. En ég kannski einnig helst álítið að nú sé tækifæri til þess að fjárfesta þó að ríkið fari í verkefni sem að
muni skila einhverju fyrir hagvöxt og þarna sem lífskjör í landinu eins og með samgöngu innviði, það sé gott tækifæri. Eins og náttúrulega á móti kemur að þetta eitthvað samspil á milli peningastefnunar og ríkisfjármálastefnunar og því meira sem þið eyðið því þeim minna lækku við vexti, má segja, og náttúrulega og ef að náttúrulega ríkissjóður fer að gefa út skuldabréf á innanlandsmarkaði þá hækka það kröfuna náttúrulega líka, það hefur áhrif á fyrirtækin. Þannig að þetta ekki sem að verður að vinna saman. Þannig að þarna, en það hefur náðst mjög mikill árangur hjá ríkissjóði að greiða upp skuldir sem er mjög gott og líka einhverju leyti lækkun langtíðavaxta stafar að því að ríkisfjármálin eru með allt öðru móti heldur en þau hafa verið og það hefur síðan skapað ábætt verið heimilin af því að Seðlabankinn í rauninni hann ræður bara stuttum vöxtum. Þegar við tala lengri vexti þá eru aðrir þættir sem hafa áhrif. Almennt sparnaðist í landinu og líka eins og útgáfu ríkisins á skuldabréfum. Og þannig að það má alveg segja það að ríkisfjármálastefnan sem hún hefur rekin hefur leitt af sér lækkun á annað langtímavöxtum sem hefur skilað sér í lækkun á vöxtum til heimilana og einhver leyti líka til fyrirtækja líka sem mjög leyti sem þau eru fjármagnuð langt. Þannig að þetta eru ótal þættir sem þarf að hugsa en kannski aðalega það og ég veit ekki hvort ég sem seðlabankastjóri má hafa skoðun á því en það er samt mín skoðun svo að með við þá samgöngu innviði sem vantar í landið að þá sé þetta gott tækifæri, þessi lágir vextir og svigrúm í hagkerfinu. Og ég kannski aðeins bæta við, sko, við erum náttúrulega samt að hugsa það að þó að spáin sem við erum að birta núna sé verri fyrir árið í ár, það er að segja, sé bara gert ráð fyrir 0,8% hagvexti, þá var hagvöxtur síðast ári meiri og við erum að spá 2021 og 2022 2,5% hagvexti. Þannig að ef að ætti að verða meiri slökun þá þyrfti hún að gerast mjög hratt. Nú ekki gerast 2021, seinni hluta 2021. Bara það sé algjörlega þannig að því sé algjörlega haldið til haga. Semst ekki á kosningaári. Bara ég aðeins að fylgja þess eftir vegna þess að ég held að það skipti verulega miklu máli að tryggja það sé svona eitt af því sem við erum að horfa á hér á Alþingi að ná að samþætta og vinna saman með Seðlabankanum og samþætta peningamálastefnun og ríkisfjármálin. Þannig að það er líka kannski gott fyrir okkur að sjá svona einhver skýr skilaboð frá Seðlabankanum að þessu leyti. Varðandi hins vegar sko framleiðni, af því að við vorum að ræða þá vil ég aðeins víkja því. Þegar að menn tala hér að auka framleiðni hér á Íslandi þá hafa menn yfirleitt alltaf fókuserað á framleiðni vinnuafls eins og það sé eina verkefnið sem við erum. Það auðvitað þannig að framleiðni fjármagns auðvitað mjög lítil hér á Íslandi og ég spyr ykkur, er það ekki eitt af stóru verkefnunum sem við stöndum frammi fyrir til framtíðar að auka framleiðni fjármagns sérstaklega? Og hvernig gerum það? Já, svo stórt spurt ég. Jú, ég held það er að segja að þarna það er vissu erfitt þó með svona lítinn markað eins og Ísland þá ertu ekki með stærra hagkvæmni í framleiðslu fyrir innanlandsmarkað. Þannig að það er svona takmarkað dálítið hvað framleiðni fjármagns og síðan erum við önnur viðmið varðandi samkeppni. Við getum ekki verið með eitt stórt fyrirtæki sem bara tekur við markaðinn og það myndi fela í sér stærra hagkvæmni. Og þess vegna held ég til þess að ferðaþjónustan hún hefur skilað miklum ábata fyrir hagkerfið og allt í heild sinni með því að stækka markaðinn. Þannig að þessi ferðamenn sem hafa komið hingað til landsins, þetta kemur dálítið fram eins og fólksfjölgun í aukinni eftirspurn eftir ýmsum erlendum vörum og ég held að það sé stór þáttur í því af hverju hagkerfið hefur þolað svona hærra launastig. Bara það
mörg fyrirtæki á innanlandsmarkaði hafa verið náð að framleiða meira, selja meira og nýtt í rauninni framleiðslutækin betur. Og þannig markaðurinn er að stækka af þeim sökum. Það er svona aðri þættir sem maður hugsar það er eins og erlend samkeppni. Það er líka fyrir að fjármagnshöftin sem voru hérna í líði voru ekki að hjálpa upp á framleiðni og einhver liti lokuðu bankana af og eins og erlend fjármagn við þurfum til þess erlenda fjárfesta ekki eins og vanti endilega svo mikið pening heldur okkur vantar okkur samkeppni á fjármagnsmarkaði og það er miklu heppilegra að þessi erlendi fjárfestar koma inn í markaðinn með beinum hætti þeir kaupi skuldabréf eða hlutabréf í íslensku fyrirtækjum í stað þess að fara ekki inn í bankana og það sé endurlánað sem dæmi. Þannig að það eru svona nokkrir þættir. Erlendi fjárfestingar og erlendi fjárfestar þær alltaf sem þeir koma að þeir auka framleiðni fjármagns með ýmsum hætti með samkeppni og svo framvegis. Þannig að það er eitthvað sem við getum haft í huga. Einnig líka sveigjanleiki og vinnumarkað og leikur líka framleiðni fjármagns. Og við erum með tiltölulega sveigjanlegan vinnumarkað að mörgu leyti. Og við erum að gæta þess að minnka ekki þann sveigjanleika. Takk hérlega fyrir. Tíminn það eru svona 3-4 mínútur eftir það eru 2 nefndarmenn sem vilja nýta tækifærið aftur og ég bið á að vera mjög stuttur og ykkur líka þannig að við getum klárað fundinu. Þorsteinn Víglundsson fyrst. Stuttur. Ég hef aðeins áhyggjur af varðandi svona langtíma hagvaxtarhorfum fyrir hagkerfið og þú eru að fyrirgefa fyrir mig að þetta hafi smá aðdragandi en nú er þetta bara staðreyndin við höfum byggt upp þennan hagvöxt á grundvelli ferðaþjónustu sem láglaunaatvinnugrein. Á sama tíma erum við að sjá að störfum ekki að fjölga og útflutningstekjur ekki að aukast til dæmis í þessum þekkingar eða sprotagreinum. Og nú hefur ítrekað verið bent á það að samkeppnisstaða þjóðarinnar nokkuð slök ef við horfum á launastig á móti framleiðni og deilið áhyggjum sem að Gylfi Zoëga hefur lýst ágætlega í grein að það gæti hort til hér langvarandi slaka í hagkerfinu meðan við erum í raun og veru að vinna upp þessar miklu launahækkanir í þá aukinni framleiðni og að aðlögunin þetta skipti verið tekin út í langvarandi slaka og tiltölulega miklu atvinnuleysi. Ég hefði bara áhugað að heyra ykkar skoðanir á þessu. Er þetta raunverulega áhætta ykkar mati? Þegar það má benda á í þessu samhengi þrátt fyrir að lífskjarasamningum hafi verið lýst sem hóflegum samningum að þá eru launahækkanir þar 4-5% á ári sem talsvert umfram það sem við þekkjum í nágrannalöndum okkar. Já, hann var þetta á 30 sekúndum svo að við erum að brenna hér inn á tíma. Ég alveg deili áhyggjum Gylfa af þessu og við erum að gera ráð fyrir því að á spátímanum þá séu laun að hækka töluvert og þetta gerir kröfur framleiðni og það liggur fyrir ef við fáum ekki framleiðni á móti þessum launahækkunum þá erum við einhver leyti að fara að sjá aukið atvinnuleysi og einhver leyti og þá líka að við sem að verðleggja okkur út af markanum. Okkar viðmið einhver leyti við getum ekki við erum á eyju en við erum ekki eiglandi í efnahagslegum skilningi. Við hljótum að taka mið af launum annarra þjóða og ef við ætlum að verðleggja okkur hækka launum miklu meira en aðra þjóðir án þess að við höfum framleiðni til þess að bakka það upp þá erum við í vandræðum. Þá mun gengið náttúrulega gefa eftir einhvern tímapunkt. Oddný, gjörðu svo vel. Já, það er kannski að svipuðu nótum. Þið hafið talað það að peningastefnan og efnahagsstefnan sé að draga vagnin í sömu átt og þið eru ánægð með það og við öll og talið að peningastefnan sé að skapa öryggi fyrir almenning og þið teljið að það sé einmitt að gerast núna. Samt örygginu misskipt til dæmis 9% atvinnuleysi á Suðurnesjum á meðan það er 7,4% atvinnuleysi að meðaltali á evrusvæðinu ef við berum það saman og það eru fá fjárfestingarverkefni álitlega að mati bankana vegna þess að það er ekki álitlegt að fjárfesta í ferðaþjónustu. Vandinn okkar ekki sá að við höfum veðjað á öran vöxt í ferðaþjónustu og hann muni halda áfram og við höfum tapað því verðmáli vegna þess að það muni verða samdráttur, það er ekki bara kórónuveiran, það er aðgerðir í loftslagsmálum
og viðhorfsbreyting og svo framvegis sem að verða í heiminum vegna þeirra og þess vegna verði niðursveiflan löng og við verðum og þessi bjartsýni sem að þið að gera ráð fyrir að við förum upp bara eftir 2 ár að það sé mjög ólíklegt að hún gangi eftir og þess vegna og við höfum bara veðjað á rangan hest. Þetta eru stuttu spurningarnar frá efnahags- og viðskiptanefnd. Þú getur rétt ímyndaðir hvernig hinnar eru. Og hef mjög einfaldar. Ég svara fyrst bara að segja það við erum náttúrulega að reyna, við erum lækka vexti til þess að rauninni skapa atvinnu. Og við getum sér ekki ráðið nákvæmlega hvar landinu hún skapast en það er markmið núna því að verðbólguvæntingar eru á verðbólgumarkmiði, við erum í gjaldeyrismarkaðinum í jafnvægi. Þess vegna vaxtalækkanirnar til þess að rauninni skapa störf en svo ég geti komið aftur með að segja líkingu með hestina og vatnið. Þannig við vonum að það gerist. Viltu bregða þessu við líka? Nei, kannski bara, ég meina ferðaþjónustan, hún hefur vísu, vöxturinn þar hefur verið gríðarlegur og kannski allt á hraður í rauninni til þess að byggja upp kannski framleiðina ferðaþjónustu. Ég meina svona árferði eins og er núna, það getur alveg skapað skilyrði til þess að stoppa aðeins og taka hlutina hægar og einmitt reyna að skapa fá meiri tekjur af hverjum ferðamanni og ég meina það sem við sáum til dæmis í fyrra, ég meina við sáum að þó að ferðamönnum fækkaði þá voru tekjurnar að aukast þannig að það er ýmislegt sem getur gerst þannig þó að það sé að hægja á getur verið lyftistöng til framtíðar þó hún sé það kannski ekki akkurat núna. Þá nú tíma okkar meira en lokið. Ég ætla að þakka ykkur kærlega fyrir að koma hér og veita okkur skýr svör. Ásgeir Jónsson og Rannveig Sigurðardóttir, við höfum hins vegar eftir að hittast aftur en fundi efnahags- og viðskiptanefndar slitið.